Þúsundum flugferða var aflýst eða frestað eftir að netöryggisfyrirtæki sendi frá sér gallaða uppfærslu fyrir tölvukerfi. Truflunin hafði víðtæk áhrif meðal annars á sjúkrahús og fjarskiptakerfi víða um heim. Framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 hófust í dag. Línan hefur lengi verið þrætuepli. Forstjóri Landsnets segir hana mikilvæga fyrir raforkuöryggi á Suðurnesjum. Bandarískur blaðamaður var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir meintar njósnir í Rússlandi. Talið er víst að stjórnvöld í Kreml vilji skipta á honum og rússneskum föngum á Vesturlöndum. Mikil vinna stendur yfir við Stuðlagil á Jökuldal til að bæta aðstöðu fyrir ferðamenn. Þyrla verður notuð til að flytja útsýnispalla og göngubrýr. Köngulóartegund á Madagaskar hefur verið nefnd í höfuðið á Vigdísi Finnbogadóttur. Köngulóin er agnarsmá en sérlega glæsileg að mati líffræðingsins sem gaf henni nafnið. Komið þið sæl. Gölluð uppfærsla frá netöryggisfyrirtæki hafði víðtækar afleiðingar allan heim í morgun. Þúsundum flugferða var aflýst eða frestað og truflun varð á starfsemi sjúkrahúsa og fjarskiptafyrirtækja. Svona tilkynningar fóru að birtast hver af annarri í morgun þegar tölvukerfi fyrirtækja víða í heiminum voru ekki lengur í lagi, þar á meðal flugfélaga. Þessir bláskjáir dauðans, eins og þeir eru kallaðir, blöstu við farþegum á alþjóðaflugvöllinum í Los Angeles. Áhrifin voru hvað sýnilegust á flugvöllum beggja vegna Atlantshafsins og reyndar allan heim. Nee, want wordt u een beetje op de hoogte gehouden van wat er gebeurt? Er is ons net wel verteld dat er een wereldwijde storing is en dat ze dus bezig zijn om te kijken hoe ze het beste kunnen oplossen. En ik begreep dat er alleen één balie of iets handmatig wordt gedaan en daardoor dat het zo heel langzaam gaat, maar ik heb verder geen idee hoe dat... Á 4.000 áætlunarferða var aflýst allan heim. Áhrifin voru hvað mest í Bandaríkjunum. Þetta myndband frá Flight Radar sýnir hvaða afleiðingar þetta hafði vestanhafs í morgun. My husband saw on breaking news at like 3:15 that there were some outages with Delta and a lot of other ones. So we were hoping that when we got here it would not be cancelled, but it is cancelled. Truflunin náði einnig til fjarskiptafyrirtækja, fjölmiðla og sjúkrahúsa, til dæmis í Bretlandi og Österríki. Aktuell sind die geplanten OPs alle abgesagt, derzeit, weil wir nicht wissen, wie schnell es auch wieder funktionieren wird. Not-OPs wären natürlich machbar, dafür sind wir vorgesorgt, das funktioniert alles. Þetta var ekki netárás, heldur gölluð uppfærsla frá CrowdStrike, netöryggisfyrirtæki sem fáir utan þess að gera þekktu fyrir daginn í dag en núna á hvers manns vörum. Forstjórinn baðst í dag innvirðulega afsökunar. The system was sent an update and that update had a software bug in it and caused an issue with the Microsoft operating system, and we identified this very quickly and remediated the issue. And as systems come back online, as they're rebooted, they're coming up and they're working. And now we are working with each and every customer to make sure that we can bring them back online. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir frá Defend Iceland, ein uppfærsla frá einu fyrirtæki sem veldur því að allt fer úrskeiðis út allan heim. Sýnist þetta ekki í raun og veru hvað kerfið er viðkvæmt? Það sýnir hvað við erum háð þessum kerfum. Við búum auðvitað í stafrænum heimi og við erum háð stafrænum kerfum fyrirtækja og stofnana, bæði sem einstaklingar og líka sem samfélög. Og þessi atburður sannar að virðiskeðja, hugbúnaði virðiskeðjan, hún getur verið mjög viðkvæm líka. Það er eitthvað sem fólk þarf kannski að líta til, vegna þess að þarna eru mannleg mistök. Og þetta sýnir okkur hvernig mistök og öryggisveikleikar geta haft bein áhrif á ótrúlega marga. Þessi tilviki náttúrulega bara eiginlega alla heimsbyggðina. Alla heimsbyggðina undir. Ég ætla að biðja að hinkra aðeins. Við ætlum að sjá hvernig þetta var hér heima. Því kerfisbilunin, hún virðist ekki hafa haft jafn mikil áhrif hér á landi og erlendis. Forstöðumaður Certis segir að þetta hafi samt sem áður verið með stærri atvikum í lengri tíma. Samkvæmt upplýsingum sem við höfum í gegnum okkar þjónustuhópa þá hafi þetta minniháttar áhrif hér á landi. Við fengum inn í netöryggisveitina Certis nokkra tilkynningar svona minniháttar útföll á neðri tíma. En heilt yfir virðist þetta ekki hafa haft jafn stór og eiginlega áhrif hér innanlands eins og fréttir berast af erlendis.
Þetta með svona stærri atvikum sem hafa komið upp í lengri tíma. Netbanki og app Landsbankans lágu niðri tíma í morgun. Ekki var hægt að nota hraðbanka og þjónusta var takmörkuð í útibúum og þjónustuveri. Engar truflanir eru lengur á starfsemi bankans. Hugbúnaður bókasafna var einnig óstarfhæfur en nú komin í samt lag. Þetta virðist vera tengt í að ákveðin tölvukerfi sem keyra Windows hugbúnað með vírusveit frá þriðja aðila fengu þessa uppfærslu sem olli því að tölvurnar læstust bara hreinlega, það bara krössuð eins og sagtir og fóru bara ekkert í ganga aftur. Á sama tíma virðist einnig hafa komið fram bilun eftir uppfærslu í skýjaumhverfi Microsoft. Það virðist vera algjör tilviljun að þetta skulle hafa verið að gerast á sama tíma. Þannig að það er erfitt að segja á þessari stundu hvað olli þessu stóra útfalli út allan heim. Nákvæmlega, en stór hluti þess klárlega þessi uppfærsla sem átti sér stað frá þessum vírusvarnarframleiðanda. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir frá Defenda Iceland, getur tekið langan tíma fyrir fyrirtæki sem hafa orðið fyrir tjóni út af þessu að koma öllu í samt lag aftur? Það er ómögulegt að segja til það með einhverju vissu. Það getur tekið eitthvað tíma, sérstaklega ef allar úrstöðvar og netþjónar lenda í þessu. Það þarf að laga hverja einustu tölvu handvirkt. Það segir sér sjálft að það getur tekið svolítið tíma. En mér sýnist hlutirnir að hafa náð að jafna sér svona kannski sæmilega hratt í dag þó að það eftir að taka langan tíma að vinda ofan af öllu tjóninu sem hefur orðið hjá fyrirtækjum. Hversu langan tíma erum við að tala um? Ég held að það sé bara afskaplega misjafnt eftir og svo auðvitað skipta viðbragðsáætlanir þar gríðarlega miklu máli. En má reikna með því að það geta orðið svo fleiri svona atburðir í framtíðinni? Klárlega, það er bara engin spurning, það er bara tímaspursmál og þetta var kannski bara spursmál tíma líka, hvenær þetta myndi gerast. Þannig að það er algjörlega víst að þetta gerist eftir í framtíðinni, en þá held ég að skipti miklu máli að fyrirtæki og stofnanir séu með viðbragðsferla í lagi, búin að setja það niður á blað en líka æfa það. Það er ekki bara nóg að skrá sig í maraþonum og það er líka að æfa sér svolítið fyrir það. Þannig að ég held að það skipti kannski og séu svona skilaboðin út úr þessu að fyrirtæki líti á þetta sem öryggistækifæri, nýti tækifæri til þess að fara í naflaskoðun, greina hvernig hlutirnir eru hjá þeim, skoða hugbúnaðar virðiskeðjuna, hvernig þau eru stödd, hvernig þau getur brugðist við þegar þau lendi í þessu og í rauninni bara reyna að horfa svolítið til framtíðar og greina áhrifin. Og nýtt þá bara tækifæri í þessu? Það er ekki hægt að segja annað, maður verður náttúrulega að líta á björtu hliðarnar líka, ef það hægt er. Jóhanna Vigdís Guðmundsdóttir frá Defenda Iceland, takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir. Og við snúum okkur þá að allt öðru. Framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 hófust á Reykjanesskaga í dag. Lengi hefur verið deilt línuna sem stefnt á að taka í notkun á næsta ári. Í námunda við Keili við mastur númer 40 innan sveitarfélagsins Voga hófust framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 í dag. Framkvæmdin á aðalskipulagi 4 sveitarfélaga á línuleiðinni. Samið var við 96% landeigenda og ráðuneyti umhverfis orku og loftslagsmála heimilaði eignarnám á þeim jörðum sem samningar náðust ekki Stefnt að því að línan verði tekin í notkun haustið 2025. Við erum að byrja því að laga slóðurnar og uppfæra þær þannig að við getum hafið vinnu við undirstöður í kjölfarið. Saga Suðurnesjalínu 2 er bæði löng og stormasöm. Fyrst fékkst leyfi til framkvæmda 2013. Landeigendur kærðu það því þeir vildu að línan yrði lögð í jörð. Árið 2016 ógilti Hæstiréttur framkvæmdaleyfið á grundvelli gallaðs umhverfismats. Sveitarfélagið Vogar vildi að línan yrði lögð í jörðu en Landsnet vildi hafa hann á yfirborðinu. Í júní í fyrra samþykkti sveitarfélagið samkomulag sem kvað á að hún yrði loftlína. Og nú hefur þetta verið svona, lengi í bígerð og umdeild ákvörðun. Hvernig er að standa hér í dag að taka fyrstu skolpstunguna? Það er bara mjög góð og ánægjuleg tilfinning fyrir okkur sem fyrirtæki. Þetta er búið að taka langan tíma en það er ekki síður fyrir íbúa á Reykjanesi vegna þess að þessi línuframkvæmd er gríðarlega mikilvæg fyrir raforkuöryggið á svæðinu og líka opna möguleika á að auka orkuflæðið inn á svæðið. Jarðvísindastofnun og skipulagsstofnun benti í fyrra á að ástæða verið til að endurskoða staðsetningu línunar vegna eldsumbrota á Reykjanesskaga. Stærðarinnar sprunga er við staðinn þar sem framkvæmdir hófust í dag, en Guðmundur segir að fylgst verði vel með henni. Meiri hætta myndi fylgja því að leggja línuna í jörðu. Auðvitað munum við bara vinna hérna við tryggar aðstæður og við munum fylgjast mjög vel með og ef það verða einhver umbrot sem hætta okkar framkvæmda teymi, þá munum við stöðva þær og bíða þar til aðstæður verða tryggar aftur. Bandaríski blaðamaðurinn Evan Gershkovich var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi í Rússlandi fyrir meintar njósnir.
Gershkovich sem árabil hefur starfað fyrir bandaríska stórblaðið Wall Street Journal var handtekinn í mars í fyrra. Stjórnendur Wall Street Journal fordæma sakfellinguna sem og stjórnvöld í Bandaríkjunum. Talið víst að Rússar séu reiðubúnir að láta Gershkovich lausan í skiptum fyrir rússneska fanga á Vesturlöndum. Miklar framkvæmdir standa yfir við Stuðlagil. Þar setja ferðamenn sig í fallhættu á hverjum degi. Göngustígar, handrið og útsýnispallar eiga að tryggja að fólk fari sér síður að voða. Stuðlagil á Efra Jökuldal náttúruperla sem segja má að ferðamenn hafi uppgötvað á undan Íslendingum. Þetta einn fjölsóttasti ferðamannastaður Austurlands og yfir sumarið skoða yfir 1000 manns gilið á hverjum degi. Landeigendur hafa þurft að bregðast við ásókninni. Grundarmegin opnaði í sumar markaður þar sem konurnar og sveitinni selja framleiðslu sína. Allt heimaprjónað af konum úr sveitinni og í sveitinni. Prjónum í vetur, allan vetur og nú prjónum við áfram. Það veitir ekki að hér koma margir. En það eru ekki bara tækifæri heldur líka ábyrgð sem fylgir því að fá þennan fjölda í háskalegt gilið. Landeigendur hafa fengið talsverða styrki úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða en járnstígi og einn pallur ekki nóg til að stýra umferðinni. Því hefur verið ráðist í stór átak í bröttum brekkunum. Stígar eru lagðir að stæðum fyrir útsýnispalla sem fara upp síðar í sumar. Þetta líka gert til að hlífa landinu. Landið það eyðist rosalega undan fótsporunum og þegar það komið niður í moldina og orðið sleift þá vil fólk að fara upp fyrir og fara út í nýja för og þannig að það verður bara för eftir för ef mann ger ekki neitt. Stærðarinnar pallar og göngubrýr verða flutt með þyrlu á sinn stað í sumar og klædd með lerki. Hinum megin ár í landi Klaustursels ekki síður þörf á ráðstöfunum en úrbætur þar hafa tafist vegna skipulagsmála. Þar stendur til að setja stiga niður í gilið og fleira til að móta ferðaleiðir svo færri finni þörf til að klöngrast í klettunum. Framkvæmdunum fylgir rask en síðan kemst betri mynd á svæðið. Þetta náttúrulega lítið vest út núna, þetta akkúrat í fullri framkvæmd og þá eftir að fara hér og ganga frá öllu svæðinu eftir að búið að gera stígana og það verður ekki fyrir næsta ári sem við endalega frágangur verður og handriðin sett upp og fínt efni sett ofan á stígana til þess að það sé gott að labba þá. Donald Trump tók í gær formlega við útnefningu repúblikanaflokksins sem forsetaefni flokksins fyrir kosningarnar í nóvember. Ræða Trumps var endapunkturinn á 4 daga landsþingi repúblikana þar sem öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance var útnefndur varaforsetaefni. Trump talaði í gær lítið andstæðing sinn Joe Biden sitjandi forseta en lagði meiri áherslu á nauðsyn þess að sameina þjóðina. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. Agnarsmá könguló sem uppgötvaðist á Madagaskar hefur hlotið nafnið Vigdísía Presidens til heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur fyrrverandi forseta. Tegundin svo fyrsta í Vigdísía ættkvíslinni. Þegar hún svo lítil hefði sjá hana varla en hún mjög svona glæsileg lítil könguló og svo hún sýnir hún óvenju mikla kænsku við sína veiði. Köngulóin Gnáa uppgötvaðist fyrir tilviljun. Samstarfsfólk Inga var á Madagaskar og gerði gat á termítahreiður. Nokkurn tíðan seinna þá var þar mikið aksjón, fullt af termítum að gera við búið. Svo þarna komnar fullt af einhverju litlum köngulóum sem voru að veiða termítina. Termítarnir gefa frá sér feromón til að eiga samskipti. Köngulærnar renna á lyktina og koma sér fyrir við gatið þar sem hertermítar eiga að vernda vinnuvennina. Það virðist vera að þær geti hugsanlega ekki bara numið þessi mólekúl heldur kannski gefið þau líka frá sér. Þannig að þau taka í rauninni ekki eftir þeim. Ingi nýfluttur aftur til Íslands. Hann hefur nefnt kóngulær til heiðurs Nelson Mandela og Michelle og Barack Obama en hér á landi var Vigdís efst á blaði. Vonandi finnst henni þetta heiður að eiga lífveru sem nefnt eftir henni og þetta svona nöfn í taxonómíinu eru eilíf. Þetta verður alltaf til.
52.000 tegundir kóngulóa eru þekktar en enn fleiri tegundir eru óþekktar. Í þessum fristum mínum þá ég með aragrúa 9 tegundum alls konar kóngulóm. Maður hefur ekki færi á að komast yfir að lýsa öllu, þannig að maður lýsir því svona sem er næst hjartanu. Vigdísja Presidents fyrsta kóngulóin í nýrri ættkvísl. Í fyrra söfnuðu nemendur í Háskóla Íslands fleiri kóngulóm á Madagaskar sem bíða greiningar. Þannig að það er spurning hvort að þetta eru fleiri eintök af Vigdísju Presidents eða hugsanlega ný tegund af þessari ættkvísl. Horfið verður 800 ár aftur í tímann á Gásum við Eyjafjörð helgina. Miðaldadagar verða endurvaktir eftir 5 ára hlé. Við setjum kaupstefnu með klukkunni og eins þess þegar allir eru hérna að græja og áður en opnunin byrja, þegar við þurfum að láta alla vita að það þurfa allt plast og nútíma dót að vera farið, að þá hringjum við hérna og görgum á mannskapinn. Þau kalla sig Gásverja, sjálfboðaliðarnir sem skipuleggja miðaldadagana sem síðast voru haldnir 2019. Það er bara eitt gat. Það er bara eitt gat, þannig að eitt horn fyrst og svo hitt horni. Á miðaldadögum mikið lagt upp úr því að búa til eins nákvæma eftirlíkingu af forna verslunarstaðnum á Gásum og hægt er. Þá eru settar upp svokallaðar tilgátubúðir rétt sunnan við fornminjarnar þar sem gamli kaupstaðurinn stóð. Hér komu kaupskip og hafskip bara alls staðar að úr heiminu. Þetta var svolítið leifstöð þess tíma, mikil umferðarmiðstöð. Hversu alvarlega tekur fólk þessu? Eru búningar og er fólk að breyta talsmátanum? Já, algjörlega. Okay. Við erum að stíga inn í þennan tíma og þá er alveg harðbannað að tala um hvað maður sá á Facebook eða nýja bílinn sem maður var að kaupa. Og við þeim hörðustu við þessu, við gistum í tjöldunum þessa daga. Þið gerir það? Já, og það er mjög skemmtilegt. Þau eiga það sameiginlegt sjálfboðaliðarnir að hafa brennandi áhuga á því hvernig fólk lifði á miðöldum og það sést til dæmis í eldamennsku, handverki og verkfærum. Þar sem fornum siðum er fylgt í einu og öllu. Einn Gásverjana sem hefur tekið þátt í miðaldadögum frá upphafi segir þau yngstu hafa sérstaklega gaman af að setja nútíma þægindi til hliðar. Börnin elskar að læra og fá að vera með og taka þátt og börnin eru bara svo hamingjusöm hérna. Ég hef aldrei heyrt neitt einasta barn hérna kalla eftir iPad eða tölvu eða síma eða neitt. Aldrei. Götubitahátíðin fer fram í Hljómskálagarðinum í Reykjavík helgina. 30 söluaðilar sem sérhafa sig í götubita taka þátt, en keppnin besta götubita Íslands 2024 fer fram á sama tíma. Sigurvegari þeirrar hátíðar keppir síðan fyrir Íslands hönd á evrópsku götubitahátíðinni sem haldin í lok september. Svona annað New York deli og svona gerð svona og svona líka. Metnaðurinn búinn að vera þvílíkur, það allir búin að útbúa sér rétti fyrir hátíðina og þannig að fólk að fá tækifæri á að smakka eitthvað sem hefur ekki smakkað áður frá þessum aðilum og mun örugglega ekkert fá að smakka aftur. Þannig að þetta er svona, einstakt tækifæri. Þú ert stödd á götubitahátíðinni. Hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, það bara birtir til og hægt að rigna sem ég náttúrulega mjög ánægð með. Og sólin fór að skína. Og ég elska útihátíðir og ég er svo ánægð að Hljómskálagarðurinn sé notaður. Stemningin bara góð ég meina sólin byrjaði að skína og gott tónlist, góða matur. Ég bara get ekki sáttari How has it been going? It's great. It's like our first year, so it's just beginning of our food truck. So let's go. Og þá það uppáhalds umræðuefnið okkar, veðrið. Lofthjúpurinn hefur verið nokkuð óstöðugur yfir landinu í dag. Skipst hefur á þeim sökum á skini og skúrum í flestum landshlutum og var oft sannkallaðar hellidembur að ræða. Vindátt verður norðlægari þegar kemur fram á morgundaginn og fer þá að rigna víða norðanlands en bæta mun svo talsvert í úrkomuna á sunnudag. En það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Það var boðið upp á glæsileg tilþrif á Íslandsmótinu í golfi þegar að annar hringur af 4 var spilaður. Nokkrir kylfingar áttu frábæran dag. Anton Sveinn McKee, sundmaður og ólympíufari, í framboði til íþróttamannanefndar Alþjóða Ólympíunefndarinnar. Hann fyrsti íslenski afreksíþróttamaðurinn sem að fer í slíkt framboð. Bestadeild kvenna í fótbolta fór svo aftur á stað eftir landsleikjahlé. Nýliðar Víkings voru í heimsókn á Akureyri í kvöld. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans.
Þúsundum flugferða var aflýst eða frestað eftir að netöryggisfyrirtæki sendi frá sér gallaða uppfærslu fyrir tölvukerfi. Truflunin hafði víðtæk áhrif meðal annars á sjúkrahús og fjarskiptakerfi víða heim. Framkvæmdir við Suðurnesjalínu 2 hófust í dag. Línan hefur lengi verið þrætuepli. Forstjóri Landsnets segir hana mikilvæga fyrir raforkuöryggi á Suðurnesjum. Bandarískur blaðamaður var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir meintar njósnir í Rússlandi. Talið er víst að stjórnvöld í Kreml vilji skipta á honum og rússneskum föngum á Vesturlöndum. Mikil vinna stendur yfir við Stuðlagil á Jökuldal til að bæta aðstöðu fyrir ferðamenn. Þyrla verður notuð til að flytja útsýnispalla og göngubrýr. Köngulóartegund á Madagaskar hefur verið nefnd í höfuðið á Vigdísi Finnbogadóttur. Köngulóin er agnarsmá en sérlega glæsileg að mati líffræðingsins sem gaf henni nafnið. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við ætlum að kveðja ykkur með myndum sem teknar voru í vikunni á Mýrunum á Suðausturlandi þegar helsingjum var smalað og þeir merktir, en á 4.000 helsingjapara eru hér á landi. Fréttastofan þakkar ykkur kærlega samfylgdina í dag og við vonum að þið njótið helgarinnar. Verið sæl. Refurinn ráðsnjalli. Herra Refur er orðinn leiður á hversdagsleikunum og brýst inn í bóndabæi mennskra nágranna sinna, þvert á gefin loforð til eiginkonu sinnar. Tónlist þagnarinnar. Sannsöguleg kvikmyndum ítalska söngvaran Andrea Bocelli sem var aðeins 12 ára þegar hann var blindur af völdum alvarlegs augnsjúkdóms. Ætlar þú að vera í geðsveiflu þegar við erum að eignast barn? Þú varst að glíma við tröll. Tröllin í þjóðsögunum er bara tákmyndir þunglyndi. Ef það var einhver sem sveik okkur, þá varst það þú. Þú reyndir að sjálfræði svipta manninn minn. Já, en nú vorum við í sama bát. Það gerði. Það er einhver að laga. Kannski bara ég. Nýr straumur í greiðslumiðlun. Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Straumur. Hvað er sumar?